Hérna höfum við kaflan bílaðanaleit í bókinni og við notum venjulegan afmæli, megger og svona pröfulampa líka til þess að já. Já, ekki þessi bók, náttúrulega þetta úr bókinni Ráðsæði 2 sko. Já, þetta beint úr henni. Þetta bara bílaðanaleita kaflinn í 19. kaflanum. Hérna Ráðsæði 2 og við mælum mótorinn, við erum að athuga hvort að einangrunar efni mótorsins hafi eitthvað laskast eða ef að mótorinn kominn til okkar, bilaður eða við lendum í því að mótor alltaf að slá út, við þurfum að gá hvað það sem að veldur því. Og við könnum það með alls konar mælingum, hvort það sé skammhlaup til dæmis, milli vagnminga í spólum eða annað slíkt og þannig við fjarlægjum þá skinnur og slíkt úr mótornum þannig að það sé ekki að tengjast saman ef hann fast tengdur, annað hvort í stjörnu eða þrýting, að þá fjarlægjum við þær skinnur áður við förum að mæla þetta. En með megaómæli þá höfum við möguleika á því að stilla á kannski sem mælum mismunandi spennur, 500 volt, jafnvel allt upp í 1000 volta pröfuspennu til þess að við náum að mæla einangrunarbilun bilun í mótornum og þá til dæmis hérna á milli vafa, milli U og 2V eða einhver af hinum vöfunum og svo líka til jarðar. Þá nú ekki gott að fara beint í ásinn, heldur undir einhverja festi skrúfu eða jarðtengiskrúfu til dæmis hérna inn í hólfinu, inn í tengihólfinu. Þannig að við könnum það hvort að hann sé að leiða til jarðar eða ekki frá einhverju stað hérna. Og þess vegna mikilvægt að hafa spennu frá megger sem hærri jafnháa eða hærri heldur en kerfispenna til þess að láta það koma í ljós eða svo að bilurinn komi fram. Ef við erum með lægri spennu eins og til dæmis frá afmæli þá ekki víst að við getum mælt það. Við verðum með að stilta hann á ómælingu til dæmis, þá gefur það lága spennu frá sér, afmælir, að við náum ekki að mæla útleiðslu til dæmis í svona mótor vegna þess hvað spennan lág. En ef við notum megger sem að gefur að minnstakosti 500 volta spennu, að þá getum við fundið einangrunarbilun í mótor, þess að útleiðslu til jarðar. Og suma svona megger mæla getum við stilt á jafnvel 1000 volt ef að svo ber undir. En hérna almennan reglan í varðandi einangrunar viðnám í rafvélum, það sama krafa og gert í rafkerfum almennt, að það lágmarks viðnámsgildi að sé að minnsta kosti 1000 ohm fyrir hvert volt málspennu og hins vegar þegar við erum að tala rafvélar í skipum þá gerð þar tvöfalt hærri krafa. Ef að kerfisspennan í skipi 380 volt þá lágmarks viðnámsgildi einangrunar í mótornum 760 kΩ eða 0,76 megohm. Og svo segir hérna að ef maður hefur ekki megger, til dæmis borð, að þá gæti maður hins vegar nota spennu frá spennukerfinu, hvort sem það 220 volt eða hærri spennu, þá í gegnum einhvers konar, við getum náttúrulega raðtengt einhverjar perur ef það væri hærri spenna og
og nota þetta þá eins og pröfulampa því að einangrunarbilun kemur í rauninni ekki fram nema við þá spennu sem við erum með tengda við mótor. Það er sjaldgæft nema að við séum alveg með beina tengingu á böfum út í jörð eða út í umgerð. Svo í þessum bílunarleitarkafla þá er kannski ekki fjallað beinlínis kúluprófunina sem við framkvæmum líka og kannski ekki heldur spanmælitæki sem við notum til þess að kanna hvort að það sé leiðni á milli vafana í sátrinu, en við gerum þetta þá í mælingaverkefninu 1911. En það er ekki fyrir næsta próf, það er fyrir próf 3. Það kemur ekki strax. Svo að núna þá förum við í það sem að tilheyrir þessari viku, viku 10, og þar eru líka einfasamótorar. Hér höfum við kafla nokkrar mismunandi gerðir af mótorum sem eru einfasa og þeir stærstu sem eru núna í gangi í dag, svona í venjulegum tækjum eins og kannski standborvélum eða eitthvað slíkt, þeir eru kannski svona upp að 500 vöttum og hins vegar voru notaðir hér áður og kannski ennþá í gangi 14 kW mótorar til að snúa stórum blásurum til að þurrka hey og slíkt. Það í rauninni var vegna þess að það var ekki lagt landið nema bara einfasa ramman. En núna það er möguleiki að nota kannski einfasa hraðastýringar sem gefa þá út þryggjafasa mótora. Þannig að við breytum í rauninni einfasa spennu inn yfir í þryggjafasa út. Þannig að það væri möguleiki að gera það í dag. En það var ekki hægt fyrir nokkrum árum. Og þess vegna voru þeir framleiddir svona stórir til þess að nota í að þurrka hey. En það eru nokkrar gerðir til. Það eru skammhlaups-mótorarnir og alstraumsmótorar eins og notaðir í borvélum og ryksugum og fleiri tækjum þannig. Svo eru til skuggapólsmótorar eins og dælumótorar í þvottavélum og síðan skrefmótorar eins og í þjörkum eða vélmennum. Og það er farið yfir þetta í hvaða tilfellum þetta er notað. Einfasa skammhlaups-mótorar hafa verið notaðir í frystipressum, í skápum og frystikistum og þess háttar og hugsanlega með litlar dælur, já. Síðan eru þessi alstraumsmótorar, þetta eru rauninni raðarmótorar og gætu unnið líka við jafnstraum. Þess vegna eru kallaðir alstraumsmótorar. Þeir geta bæði unnið á AC og DC. En stýringin fyrir til dæmis borvélar er yfirleitt miðuð við riðstraum og þess vegna einskorðast notkunin náttúrulega við riðstraum. Þess vegna. Nú, ef við myndum beinræsa ryksugur þá gætum við notað ryksugur líka við jafnstraum og einnig náttúrulega það er til heimilishrærivélar með þessum alstraumsmótorum. Skuggapólsmótorar, þeir eru oftast notaðir við litlar viftur og smádælur eins og til að dæla vatn út úr þvottavél og slíkt. Og síðan eru skrefmótorar, þeir eru notaðir þá í stýritækni og líka í ritvélum og tölvuprenturum og slíku.
Nú, hvernig lítur þetta út? Við höfum stundum bæði ræsiþétti og gangþétti við svona einfasa mótora. Við förum aðeins nánar í einfasa mótora með bæði ræsi og gangþétti í síðasta áfanganum, en í þessum áfanga fjallum við fyrst og fremst mótor sem eingöngu með ræsiþétti. Þannig að hann gengur á aðalvafinu þegar búið að ræsa hann. Og þá það þessi aðferð hérna sem merkt hérna A. Þegar við setjum hann í gang, þá fáum við straum líka gegnum þétti og hjálparvaf. Og þéttirinn, hann til þess að að flýta straumnum. Þannig að straumurinn milli aðalvafsins og hjálparvafsins hafi það bil 90 eða 100 gráðu fasa mun. Þá fáum við besta ræsivægið í mótorinn. Ef það fasa munur á milli straumsins í aðalvafi og hjálparvafi 90 eða 100 gráður. Og við sjáum það hérna, sýnt 100 gráður og síðan vísað hérna í viðnámsræsingu, hún getur líka verið notuð og það það bil 60 gráðu hot þar á milli. En það dugar þá til þess að koma mótornum í gang. Þannig að það til þrenns konar aðferðir við að ræsa einfasa mótor, svona. Það með þéttaræsingu, viðnámsræsingu og síðan með liðaræsingu. Það þriðja aðferðin. Og það sýnt hérna sem B. Hérna svona ræsiliði. Það virkar þannig að þegar við setjum straum á mótorinn, þá tekur aðalvafið dálítið mikinn straum í ræsingunni og þá dregur það snertuna og tengir hjálparvafið á meðan að aðalvafið tekur talsverðan straum. Síðan þegar mótorinn komin í gang, þá minnkar straumurinn inn á aðalvafið og þess vegna hættir liðin hérna að draga til sín snertuna og hún fellur hérna út og þá gengur mótorinn bara á aðalvafinu. Og þá hann komin í gang, mótorinn. Þessi ræsiliði mjög algengur í kæliþjöppum, til dæmis í ísskápum eða frystikistum. Það nóg bara að hafa svona búnað í það að koma þannig einfasa mótor í gang. Þannig að við sjáum hérna þessar 3 mismunandi ræsiaðferðir. Það sem sagt með þéttaræsing, þá notum við þétti í raðtengingu í hjálparvafið. Viðnámsræsing, þá væri í rauninni viðnám í raðtengingu við hjálparvafið, það kallað viðnámsræsing hérna, og síðan liðaræsing, það þessi hér. Það þessar 3 aðferðir sem þurfum við að kunna skila á. Skoðum svo aðeins alstraumsmótorinn. Þetta í rauninni eins og mótorar í borvélum eða í ryksugum eða hrærivélum. Við sjáum hérna snúðurinn, hann undinn og við höfum svona kol og sem tengist hérna straumvendi. Þessi hringur hérna kallaður straumvendir og þessar plötur hérna úr eir kallaðir vendigeirar sem tengjast inn á spólurnar í snúðunum. Og þetta í rauninni bara uppbyggt eins og raðar jafnstraumsmótor, sem sagt serialmótor, bara raðarvél eða raðarmótor. Hvernig raðarmótor erum við að nota aðalega á jafnstraumi? Munið eftir því? Þið notið hann á hverjum degi. 2 á dag. Einu sinni þegar við leggjum af stað í skólan og aftur þegar við farið heim. Hvaða mótor það? Það framleiðandi, það rafli. Alternátórur. Startari, já. Þið startið bílnum, það raðarmótor. Alveg eins uppbyggður eins og þessi, það sem sagt segulvafið raðtengt við snúðinn. Það virkar eins hér. Svo að hérna við sjáum aðeins mismunandi álagslínur hérna, vægiskurvu hérna
hvort hann DC eða AC, en þeir vinna mjög svipað fyrir sitt gott streymi. Það að nota þennan alströmsmótor bæði við AC og DC. Síðan kemur hérna skuggapólsmótor. Hann þá notað sem viftur eða í litlar dælur, eins og við sjáum hérna. Hér höfum við eitt stórt vaf á kjarnanum og svo höfum við litla skuggapóla hérna sem sver vöf. Þetta svona 2 vafningar hérna. Og það dugar til þess að fá fram ræsivægi að skuggapólunir, þeir mynda sitt eigið segursvið sem við sjáum hérna, Φ2 hérna. Það gerir það verkum að við fáum það á öðrum tíma en aðalsegursviði hérna frá aðalspólunni hér, og þá fáum við fram bæði ræsivægi og snúningsvægi fyrir mótorinn. Þannig að þessi skuggapólar búa til sitt eigið segursvið sem að vinnur á öðrum tíma eða í hámarki á öðrum tíma heldur en aðalsegursvið, og þess vegna fáum við snúningsvægi fyrir þennan mótor. Þetta ekki öflugir mótorar, þeir aðalega bara fyrir svona smá notkun eins og bara stuttastund í einu kannski, eins og dælurnar, en vifturnar geta verið í gangi lengur. Og síðan það skrefmótorarnir. Þeir yfirleitt búnir föstum seglum í snúðnum en spólum á rafseglum hérna í húsinu. Og síðan setur maður spennu á þessar spólur í ákveðnum takti, þannig að maður getur fengið mjög fína hreyfingu á þessar skrefmótora. Og svo þessu lýst aðeins betur hvernig við náum þessu fram hérna og hvert skref getur orðið smátt. Svo að hérna, ég ætla ekki að fara neitt dýpra í það, en fara svo bara í aðeins undirbúning fyrir prófið. Við með aðeins að renna yfir það hvaða skýrslur fyrir próf. Það þessar. Það 19A, 19B, 19C, 19F og 19G. Þá konum við það inn á upptökuna líka, svo að við getum notað hérna þetta skjal, stuðningshefti, sem í efni á kennsluefnum. Og það hérna svolítið neðarlega, hafið þið ekki opnað það. Það hérna undir töflur og skilgreiningar tákna, það í þeim kafla, og það stendur hérna stuðningshefti í vinnslu. Þetta langt og mikið hefti, og hér til dæmis vægiskúrfan fyrir mótor, fyrir svona skamhljómsmótor, til dæmis 3 fasa skamhljómsmótor, og við þurfum að kunna að lesa úr upplýsingum frá framleiðanda og setja inn til dæmis málvægi á sinn stað. Við finnum málvægi í svona töflu fyrir viðkomandi stærð á mótor. Ef við skoðum hérna til dæmis, að segja 7,5 kW mótor, við sjáum hérna góða línu hérna undir allar þessar upplýsingar, finnum hvaða málvægi þessi mótor hefur, 7,5 kW. Við skulum sjá. Það ættum við að sjá undir TN, sem sagt undir tork. Og það þá hérna í þessum dálki hérna, tork hérna TN, T-nominal. Newtonmetrar hérna. Við sjáum líka hérna til dæmis ef við erum með 2,2 kW með 14 Newtonmetra og svo framvegis. Þannig að það mjög eðlilegt, og hérna 10 Newtonmetra fyrir 1,5 kW, og við erum hérna með sem sagt 49,3 Newtonmetra hérna, tæplega 50 Newtonmetra tork, og það myndi vera málvægi, eða sem sagt M-mál. Þið sjáum það
Þið eru kannski að nota T í vélfræði, er það rétt hjá mér? Notið þið T sem hérna snúningsvægi í vélfræðinni? Minnið það? Fyrir tork? Nei, allt í lagi, en allavega í þessari bók þá notum við stórt M fyrir vægi, eða moment, eða eitthvað slikt. Og þá myndum við staðsetja þessa 49,3 sem M-mál, ef við maður staðsetja sem sagt málvægi, hámarksvægi og ræsivægi. Hvað myndum við gera þá? Fyrir ræsivægi þurftum við þá að finna stöðulinn sem tilheyrir ræsivæginu. Ef við erum 7,5 kW hérna og við erum með 49,3 Nm í málvægi, T. Mun þetta vera prófunu? Já, þetta kemur á prófunu. Er það takkt upp? Já, ég er að taka þetta upp. T, það er sem sagt initial, það er hérna lægri stöðullinn. Það er hérna 1,6, ég þarf að slakka á þessu hérna. Þetta er 1,6, það myndi þá vera ræsivægi, 1,6 sinnum málvægi og síðan hámarksvægið, það væri 2,4 sinnum 49,3. Skoðum þetta aðeins hérna, töfluna. Hérna eru þessu tveir bálkar sem við þurfum að hafa í huga. Já, þetta er þetta. Þetta væri eitthvað að, en þetta er besta lagi. Sko, þannig lesum við þessu. Svo þurfum við líka að geta sett inn í þessa töflu hérna málstraum og ræsistraum. Hvar finnum við málstraum fyrir þennan 7,5 kW mótor? Það er sem sagt I-N, I nominal, A, ampere. Sjáðu hérna. Ef við þekkjum hérna 4 kW mótorinn, hann er svona 8,8 eða 8,2 ampere hérna. En 7,5 kW, hann er 14,9 ampere. Þá myndum við setja það hérna í mál. Ræsistraumurinn hins vegar fyrir hennan mótor er, þá er það margföldunarna stöðull. Það er IS deilt með IN. Það er sem sagt I start deilt með IN. Þetta er sem sagt hversu mörgu sinnum meiri straumur er í ræsingunni heldur en málstraumur. Þá segjum við það 14,9 sinnum 5,6 og þá setjum við þá tölu sem kemur út úr því hérna í IR. Þetta er ræsistraumur eða I start. Já. Þá kemur svo tala hér. Haldið þið getið gert þetta á prófunu? Nei, þið verður að fara yfir þetta aftur. Já, skoðið upptökun aftur. En ég er búinn að sýna ykkur hérna hvernig þið að fara að þessu. Fyrsti dálkurinn hérna sem sagt fyrir strauminn stendur hérna current. Þið vitið hvað er current? Það er straumur. Ok, þið verður að fara í það. Current, IN, þetta er málstraumur. Í nominal. Í ampere, A, stendur hérna, fyrir einingu. Færið hérna niður þann dálk og í viðkomandi mótor sem ég biður ykkur að skrá. Og setið þá málstrauminn þar. Það er þessi INA, amperinn, eins og hérna í 7,5 kW 4,9. Síðan, sinnum 5,6 til þess að fá ræsistrauminn, eða I start deilt með IN, þetta er bara hlutfallið. Hversu mörgur sinnum meiri straumur er í startinu heldur en sem málstraumur. Við þurfum að finna út úr því. Ok? Og það er bara
bjarga við. Ok. Svo, sem sagt, annað almennt sem getur komið á þessu prófi náttúrulega varðist til dæmis stjörnuþrítisræsinguna. Í hvaða röð koma þessir rofar inn? Munið það? Fyrst koma inn höfuðrófin K1 og K2. Fyrst tengjum við stjörnu. Það er að K1 og K2 eða K1 fyrst, eða K2 fyrst og svo K1. Það skiptir ekki öllu máli eða þeir koma nánast inn samtímis. K2 og K1. Tengja stjörnuna. Svo tímaliði, já, sem að við þurfum ekki að nefna hann endilega því að auðvitað þarf hann að fá smá tíma til þess að komast á ferð. Það næsta sem gerist eftir að K1 og K2 komið inn það að K2 hann fer út, ekki satt. Og hvað gerir svo? Já, þá kemur K3 inn og tengir þríhyrningin. Þannig að röðin svona, fyrst koma K1 og K2, svo fer K2 út og K3 kemur inn. Það búið. Þetta ræsi sem sagt röðin á því hvernig þeir komin. Og þeir haldast inni, K1 og K3, þar til við stoppum. Þannig að K1 allan tíman inni, skiljið. Það alveg klárt. Haldið þið kunnið þetta ekki þá? Þetta var ekkert mál. Þetta verður ekkert mál, það gott. Önnur spurning. Hvar yfirráðsvörnin staðsett hérna í rásinni? Þessi F2. Í F2? Já, F2. Hvar hún staðsett? Hvað köllum við þessa staðsetningu? Ef að yfirráðsvörnin væri staðsett hérna á eftir F1 hérna á þessari leið hérna, þá væri hún staðsett í heildarstraumi að mótornum, ekki satt? Það gefur allan straumin hérna í gegn. En að því að hún tengt hérna inn í straumrás vafa mótorsins, þá hún í fasastraum mótorsins. Og á hvað á þá að stilla yfirráðsvörnina? Á fasastraumin, já. Það sem sagt... Það sem mótorinn gefur upp á það ekki? Já, það sem að mótorinn gefur upp, málstraum mótorsins, deilt með hverju? Kvadratróta 3. Deilt með kvadratróta 3, já. Þannig að það þá málstraum mótorsins deilt með rótina 3, eins og við vorum með 4 kW mótorinn. Hann var með málstraum 8,8 ampere, deilum með rótina 3 í 8,8 og fáum út úr því 5 ampere. Já. Þá stillum við yfirráðsvörnin á 5 ampere vegna þess að hún staðsett í fasastraum mótorsins. Þannig að það væri í heildarstraum. Ef það væri í heildarstraum, þá myndum við bara stilla hana á málstraum mótorsins, 8,8 ampere við 4 kW mótor til dæmis. Eða 8,2 þegar við 400 volt. Og fleiri spurningar varðandi svona rás. Hvað verður ræsistraumur á svona mótor mikill við þessa aðferð, við stjörnuþríts tengingu aðferðina, eða ræsiaðferðina meini ég, miðað við beinaræsingu? Hvað verður straumtaka mótorsins mikill í ræsingunni miðað við beinaræsingu? Þess að hvað verður straumtaka mótorsins í stjörnuþrítsræsingu mikil miðað við beinaræsingu? Nei, sko, miðað við beinaræsingu þá verður straumtakan þá verður ræsistraumurinn 1/3 miðað við beinaræsingu. En vegna þess að spennan lækkuð. Spennan lækkar þannig að það verður heildarspennan deilt með kvadratróta 3. Ef við værum með 400 volta spennu, þá myndi hvert vaf fá bara yfir sig 230 volt.
sem er lægri spenna heldur en í rauninni hvert vaf þolir. Og þess vegna dregur mótorinn minni straum, þannig að í ræsingunni þá dettur ræsistraumurinn niður í 1/3 miðað við beina ræsingu. Beina ræsing sem að væri bara beint í þrítengingu. Ok. Og það var nú fleira sem við vorum að reikna út, til dæmis í 19a, að það var hérna aflið, og við gátum lesið út úr svona töflum, já, í þessu stuðningshefti, já, við erum líka með töfluna þar. Hér höfum við hérna eins og hversu mikið vægi er í ræsingunni, og þetta er við beina ræsingu við hérna start. Og þá til dæmis, ef við tökum aftur þennan 7,5 kW mótor, að þá værum við með 1,6 sinnum 49,3. Það væri við beina ræsingu, en síðan ef þetta væri við stjörnuþrýstingsræsingu, þá myndi ræsivægið falla líka niður í 1/3. Við tókum dæmi í skýrslu 19a. Kannski ættum bara að rétt að ná í þá skýrslu hérna frá einhverjum, en ég fór í gegnum það með ykkur að En smá pæling. já, Ok, í kvöld er það ekki skilmáli fyrir skýrslunar. já. Verður síðan sett svör inn þetta skýrslunar? Þannig að Já, það verður ég svara ef að einhverjar rangfærslur í skýrslunum. Hérna er Bergþór Snær, hann er búinn að skila inn hérna 19, já, eða einhverjum skýrslum, ég þarf að tjekka á því, sko, þetta eru allar skýrslunar hérna, eða mjög margar skýrslur. Tjekka því hvort að þessi 19a skýrsla er komin hérna inn. Svo sjá, já, er þetta allar skýrslunar í einu? Ekki alveg? Einhverjar? Ok. Ég þarf að sjá hvort að það séu komnar nokkrar skýrslur hérna. Einhverju. Hérna, og 19b. já, ok. Hérna, Gunnar Björn, varst þú komið með eitthvað af 19a? Nei, það er bara, jú, 19a er hérna. Gunnar Björn, hérna er 19a, má ég að skoða hana? Já, ok. Hérna reiknum við út ræsivægið við beinaræsingu, sem að er, skulum sjá, já, það er hérna, við beinaræsingu. Það er sem sagt M ræsi hérna við þríhyrningstengingu, og þá við þennan mótor þá var stöðullinn 2,4 og sinnum málvægið. Fyrst var málvægið reiknað hérna út við 4 kW mótor, það er 4000 sin 60, deilt með 1000 písunum snúningshraðinn, 1420, fáum tæplega 27 Nm, og síðan sinnum hlutfallið í start á móti, nei, hérna T-start á móti málvægis, sem sagt. TN þá, væntanlega. Þannig að það er 2,4 í þessu tilfelli hérna við þennan mótor. Þannig að við færum það inn. 64,56 Nm verða í ræsingu, sem sagt, þegar það er beinræsing. Þegar reist er beint í þríhyrning.
Þarna er mótorinn mjög öflugur í ræsingunni. Ef við ræsum með stjörnu 3 ræsingu þá deilum við með 3 í þessa tölu og fáum að 20, þá fáum við bara 21,5 21,5 Newtonmetra hérna. Það segir okkur það að við getum ekki ræst sem sagt mikið lestaðan mótor með þessari aðferð, skiljið, með stjörnu 3 ræsingu. Við sjáum það hérna á þessu. Hvað má mótor vera mikið lestaður ef við reynum að ræsa með stjörnu 3 ræsingu? Munið hvað er miðað við? Það er miðað við 50%, það er sem sagt efri mörk lestunar er 50% lestaður ef við ætlum að reyna að nota stjörnu 3 ræsingu. Þá megum við ekki vera með meira lestaðan en 50%. Helmingin af þessum 26,9 Newtonmetrum. Við náum honum ekki í gang ef hann er meira en 50% lestaður. Ef við getum ekki notað stjörnu 3 ræsingu, hvað aðra aðferð getum við notað til þess að minnka ræsistraum? Við getum notað mjúkræsi, ekki satt? Þetta er kraftrás fyrir mjúkræsi. Við förum betur í þetta fyrir næsta próf, en þetta eru 2 aðferðir til þess að ræsa mótora. Hvað hafa báðar þessar aðferðir sameiginlegt? Jú, þessar aðferðir notast við það að lækka spennuna til þess að minnka ræsistrauminn. Það er það sem þær hafa sameiginlegt. Við lækkum spennuna með því að senda púlsinn á stýriskautið þannig að við nýtum ekki nema hluta af riðbylgju inn á mótorinn í ræsingu og þannig lækkum við spennuna til þess að minnka strauminn. Ok, en síðan förum við þessa rás hérna hægra megin betur fyrir næsta próf því að þetta er hraðastýring. En við tölum sérstaklega núna bara ræsi aðferðir núna og sérstaklega bara þá nefnum mjúkræsinguna af því að hún hefur sömu prinsip aðferð, það er að lækka spennu til þess að minnka straum í ræsingu. Svo getið þið reynt að æfa ykkur á þessum spurningum hérna og já, en ég held að upptakan hangi inni samt, þannig að það eru þá aðalega spurningarna hérna sem að tilheyra mótorakaflanum og svo að hérna það eru fleiri atriði sjálfsagt sem við getum farið í gegnum áður en að við förum síðan að reikna núna. Hérna er nú aðalega rafala en það er líka spurningar mótora hérna. Sem sagt, til dæmis hérna hvaða varnir, já þetta er ennþá upptöku, hvaða varnir þurfum við að hafa fyrir hvert rafmótor. Þú sjá, ég ætla að setja aftur í gang hérna. Já. Við þurfum að vera með sem sagt yfirálsvörn, yfirálagsvörn, við þurfum að hafa skammhlaupsvörn. Hvað þýðir það? Það er annarkot sem sagt sjálfvör eða bræðvör. Og ef við erum með hraðastýramótor þá þurfum við að vera með hitaliða. Það fjöllum við meira fyrir hérna, næsta próf. Nei, ekki næsta heldur próf 3.
því að 19M æfingin er ekki fyrir þetta próf núna. Þetta próf 3, er það líkamsþáttur eða? Við erum að sjá, ég er með það hér. 2 og 3 voru líkamsþáttur. 2, nei, próf 3 er ekki lykilmannsþáttur, lokamannþátturinn er náttúrulega með lágmarksengun 4. Það er lykilmannsþáttur. Þetta er líkamsþáttur líka ekki? Já, næsta próf, það er lykilmannsþáttur í því. Næsta próf. Næsta próf. Þú veist, er það þá þetta sem við færum núna eða næst? Núna, Núna? já, já. Úr mótorunum, það er lykilmannsþáttur. Og við erum að færa rafmótoruna núna? Já, Þetta var flátt. Hvernig mælar maður læra fyrir það? Bara fara yfir skýrslunar og skoða... já, farið yfir skýrslunar og farið yfir dæmin sem er reiknað úr mótoruna, bæði 3-fasa mótoruna og einfasa kaplan, þið er kannski eftir að reikna dæmin í einfasa kaplanum. Hvað er Og- einhvern sem kaplan lýra? Voru við búin að gera það í tímanum? Nei, þið eigið að gera það núna í dag. Og hérna í bókinni, þá sjáum við hérna eru dæmin. Nei, jú, hérna, við sjáum við hérna. Þetta er einfasa mótorarnir. Og það er eitt sem að þið þurfum að passa ykkur vel á hérna til dæmis varðandi einfasa mótorinn ef við ætlum að reikna til dæmis nýtni mótorsins eða reikna aflið inn á hann eða eitthvað slíkt. Að passa okkur á því, það sem er gefið í dæminu, það er aflið út á mótor. Og síðan sko, ef að er gefið upp nýtnitalan, þá getið þið reiknað aflið, aflið inn. Hins vegar, ef að hérna vöttin er ekki gefin, þá þurfum við, eða þá er spurning hvort að þið hérna, býtum við, í þessum, jú, til dæmis hérna, tökum við hérna 1935, það er gefið hérna, 50 vött, þetta er afl út, skjálfsmótor, hefur aflstöðulinn 0,72 og nýtnina 55%. Hve mikið straum tekur hann frá 220 volt að neti við fulla lestu? Já. Við getum reiknað það þannig út að við þurfum fyrst að finna aflið inn. Þá er það P út, þetta er P út, deilt með nýtnitölunni, sem sagt 0,55, ekki satt? 0,55, já. Þá fáum við aflið inn og þá getum við reiknað strauminn. Þá er það straumurinn, er saman sem P inn deilt með góðsfí og deilt með spennunni. Þá getum við reiknað það út. Við erum að passa ykkur bara á því að snúa hérna nýtniformúlunni rétt, nota nýtniformúluna rétt og eins þið þurfum að passa ykkur á því að ef þetta er einfasa mótor, alls ekki að nota rótina af 3 þar. Það er bara við 3-fasa, munið. Þið gætu fengið svipað dæmi þar sem við þyrftu að reikna strauminn við 3-fasa, en þá þurfum við að nota rótina 3. Passið ykkur á þessu, ekki nota hana ef það er með einfasa mótor. Akkurat, þetta var það sem að ég vildi fara í gegnum með ykkur fyrir prófið. Og þá getum við stöðvað þessa upptöku.